Komið sæl og blessað, kæru meyjur. Ég aðeins að bera mér smá handabörð. Ég tek aldrei eftir hvað ég þurfa á höndunum fyrir en ég fer að gera þessi vídeo. Þá sé ég bara hvernig hendurnar á mér stundum eru að skrælna. Fyndi hvernig maður er stundum. Svona, þetta er betra. Ég er bara í einhverju svona frjálsu flæði í dag og einhverju skrýtnu stuði. Ég man bara að ég las síðast fyrir ljónið og ég er að gera þetta, ég er að reyna að gera þetta í röð þannig að meyjan er næst. En þetta er aldrei langt síðan ég setti myndband. Ég ætla ekki að biðjast afsökunar á því, það er bara eins og það er. Stundum bara rúlla maður þessum myndböndum upp og svo stundum tekur lífið við og látum hann gera eitthvað annað á milli. Og þá bara fylgir maður því. Fólk hefur verið að spyrja mig hvort ég sé að lesa einkalestra. Ég hef verið að gera það í gegnum tíðina, ég er bara búin að vera í smá fríi núna undanfarið. Ég hef verið að taka svona myndband líka bara fyrir fólk og senda þeim. Ef ég byrja aftur þá læt ég bara vita á Facebook síðunni minni eða eitthvað. Já, ok. Minna mas og meira, hvað? Bras? Nei. Ég er sérst búin að draga spilin ykkar. Ég gerði það til þess að stytta tíman á vídeónu. En svo bladra ég bara þeim mun meira. Dembum okkur bara í þetta. Spilin þín, kæra Meyja, þau koma hér. Ég er að nota spilin hennar Doreen Virtue, ein af spilunum hennar. Ég er ekki vön að nota þau mikið. Gerði það mikið hérna áður fyrr. Nei, ég verði eiginlega að hafa þetta þannig að þið sjáu þetta, það ekki. Svo hef ég bara svolítið, færst frá Doreen. Kannski bara vegna þess að hún er svolítið búin að færa sjálfa sig frá spilunum sínum. Ég nenni ekki að fara út í þá sálma, þið geti googlað það ef þið viljið skipta stefnu, skulum við segja. Aðeins að leggja í músíkinni svo að hún yfirgnæfi nú ekki fallegu röddina mína. Ok. Meyjur góðar, það sem kemur inn fyrir ykkur margar ykkar er í algjörlega nýrri stöðu. Ný staða í lífinu, nýtt verkefni og þið virðist kunna vel við ykkur í þessari nýju stöðu. Sumar ykkar eru í þessari stöðu vegna þess að lífið hefur fært ykkur þangað. Straumurinn hefur fært ykkur þangað. Það er ekki eins og þið hafið verið að plana þetta, heldur er þetta eitthvað sem ykkur var ætlað. Nú eru þið hérna á þessum nýja stað. Ykkur líður býsna vel eins og ég sagði og samskiptin ykkar við aðra eru upp á sitt besta. Það flæðir frá ykkur góð orka sem dregur aðra nær en áður, dregur að ykkur fólk, dregur að ykkur jákvæð samskipti og
þetta kannski nýtt fyrir einhverjar ykkar. Meyjurnar eru nú yfirleitt kurteisar og svona í góðu jafnvægi í samskipti við annað fólk. En þær eiga til svolítið að draga sig í hlé. Í einhverjum tilvikum hafi svolítið bara verið að skipta út. Það er að segja komnar í nýjan vinahóp eða að vinirnir hafa bara svona sjálfir tjekkað sig út smám saman. Þannig hefur myndast rými og nýtt fólk hefur komið inn í staðinn. Ef að þið sjálfar hafið ekki bara hreinlega fært ykkur set og kynnst nýjum hópum af fólki. Ég verð að tala þær ykkar sem eru í námi eða eru að læra. Það er partur af þessu öllu saman. Bóklegt nám, sem sagt þetta típiska bóklega nám, en líka margar ykkar eru líka í einhvers konar óhefðbundnu námi, ef við getum sagt sem svo, eða námi sem er að skila ykkur nýjum hæfileikum, kannski á andlega sviðinu, eða það sem við getum sagt að séu kannski óhefðbundnir hæfileikar. Óhefðbundnir hæfileikar. Er hægt að segja það? Já, ok. Það eina sem getur stoppað ykkur í þessari jákvæða stöðu, eða þessu jákvæða ferli sem þið eru í, það er að þið ríghaldi í fortíðina. Ef þið haldið of fast í það sem að þið höfðu áður, þannig að verði ekki rými fyrir nýtt. Það er algjört lykilatriði að sleppa hinu gamla. Ég er ekkert að segja að þið þurfa að fara með sveðju og skera á öll bönd eða allar tengingar, en það sem að áður fyllti stóran part af lífi ykkar, þá er ég að tala einhvers konar atvinnu í mörgum tilvikum, einhvers konar siði, hefðir, venjur og þennan blessaða ramma sem við byggjum öll utan okkur. Það er þannig fortíð sem ég er að tala sem þið þurfið að losa og losa ykkur við. Byggja sérsagt nýjar hefðir, búa til nýjan ramma, ef þið vilja endilega búa til ramma. Ég er ekki að segja að það sé nauðsynlegt, en hafa hann þá nýjan og hafa hann þá sveigjanlegri heldur en áður og ekki hafa hann það rammgerðan að ekkert nýtt komist inn fyrir skélina. Sko, það er þörf til að gera eitthvað nýtt og til að vera öðruvísi. Það er að segja öðruvísi en þið voruð, kæru meyjur. Total makeover. Ég veit ekki hvaðan það kemur en ég heyri það bara. Ekki hugsa þetta þannig að þið eigi að fara á snyrtistofu eða að þið þurfið að henda út öllum fataskápnum ykkar. Ég er ekki endilega bara að tala ytra byrðið ykkar. Ég er að tala breytingar í lífi ykkar. Það er þörf fyrir breytingar. Það er þörf fyrir eitthvað nýtt. Þið sem hafi lifað afskaplega þægilegu og rólegu og gefandi lífi, verið þið þakklátar, kæru meyjur, fyrir það. Er það ekki bara draumur margra að eignast þannig líf? Allavega þeirra sem að ekki eru spennufíklar eða vilja ekki alltaf hafa eitthvað í gangi í kringu sig.
Reynið bara að finna nýja fleti á þessu lífi. Það er þetta að njóta lífsins og margan hátt og á margum stöðum. Það er þetta að gera sömu hlutina en vera annars staðar. Vera innan öðruvísi fólk, öðruvísi náttúru, vera á öðrum stað í heiminum. Tæknin í dag gerir margt þannig kleift. Þetta er eiginlega bara svona, ég er að segja þetta við ykkur bara til þess að fá ykkur, til þess að hugsa hlutina svolítið upp á nýtt og sem sagt benda ykkur á það að það er svo margt meira þarna úti. En endilega elskiði lífið ykkar. Það er ekki það sem ég er að meina að þið séu að lifa einhver ömurlegu lífi. Það er heldur ekki þannig endilega sem að breytingarnar koma. Breytingarnar koma vegna þess að það er einhvers konar þrá innra með ykkur sem segir ykkur, ok, nú er komin tíma á eitthvað nýtt eða nú þarf ég eitthvað meira. Eða skiljið mig. Allavega, þær ykkar meyjur sem að taki þetta til ykkar að það bara tíminn er núna til að gera þetta. Vorið er liðið, við erum komin inn í sumarið. Það hjálpar svolítið líka. Þetta er góður tími til að breyta og taka við nýjum hlutum. Það er eftirvænting í loftinu. Tíminn er núna. Horfa svolítið öðrum augum á líf ykkar heldur en þið hafi gert hingað til. Af því lífið er dásamlegt. Ok, höldum áfram. Ég ætla aðeins að hagræða spilunum. Svo þetta komist allt fyrir, ég er nefnilega með fleiri spil. Já, ég verða aðeins að tala um þessi fallegu samskipti hérna. Ég talaði um samskiptin áðan. Ég verð líka að minnast á ástarsamband, ástina. Ástin er allstaðar. Hún mjakar sér allstaðar inn og vill fá vera með. Og þau ykkar eða þær ykkar kæru meyjur sem eru í fallegu sambandi og þið mig heldur ekki misskilja mig að ég sé að meina það að breytingarnar felist í að þið eða leysa upp einhver ástarsamband sem þið eru í. Það bara er á ykkar ábyrgð og með ykkar vilja. Galdurinn er kannski fólginn í því hvernig getið þið gert þessa langþráðu eða þessar breytingar sem þið finnið að innra með ykkur er að kalla á okkur og fléttað sambandið ykkar inn í þær eða fléttað breytingarnar inn í sambandið ykkar. Það má líka horfa á það þannig án þess að það beri skaða af. Nú, ég meina eins og gengur. Einhverjar ykkar eru kannski í sambandi sem er tími til að fara að losa um. Það er allt bara partur af þessu ferli. Leið og þið fylgið þessari innri köllun eða þrá sem er að banka dyrnar hjá okkur núna. Þá bara kemur í ljós hvernig hlutirnir æxlast með ykkur og annað fólk í lífi ykkar. Ok, en lífið er allavega dásamlegt og þið eru náttúrulega bara æðislegar, kæru meyjur. Ég er alls ekki búin. Bear with me, eins og maður segir hérna. Já, ok.
Þau ykkar sem eru að fara inn í nýtt samband, þar sem að gamla sambandi verður partur af því sem að þið skiljið eftir. Þið eigið eftir að finna mikla breytingu og þið eigið eftir að uppgötva svona áður óþekktan styrk innra með ykkur, eða styrk sem að þið hafi kannski bara ekki nýtt lengi eða fundið fyrir. Og þetta styrkur sem veitir ykkur sjálfstraust, sem að segir ykkur og sýnir ykkur að þið getið það sem þið ætlið ykkur. Þið eruð ekki háðar einum eða neinum, kæru meyjur. Og það eru, eins og ég sagði áðan, nýju hlutir að koma inn, nýjar manneskjur. Þið eru að fá ekki bara þessi innri köllun, heldur eru þið að fá líka frá umhverfinu einhvers konar boð. Það er verið að draga ykkur í ákveðnar áttir og leið og þið sleppið takinu á þessu gamla. Það getur verið sársaukafullt. En tían hérna minnir okkur á að þetta er svona myrkrið, hvað segir maður? The dawn before the sunrise, nei, the dark before the sunrise. Sem sagt, þetta er bara rétt áður en sólarupprásin lætur á sig kræla. Þó að hlutirnir séu erfiðir eða eigi eftir að verða erfiðir, þá mun þetta nýja færa ykkur betri líðan. Og birtan er úti við sjóndeildarhringinn. Og síðasta spili hérna sem ég var einhvern veginn ekki tilbúin að leggja niður strax. Ég ætla að lesa þetta bara hérna á ensku. Starting a new life. Finding your purpose. A forgiving and compassionate review of the past. Þess að bara byrjun á nýju lífi. Tilgangur ykkar. Kannski er það tilgangurinn ykkar sem er að kalla í ykkur. Ef til vill er ykkur ætlað eitthvað annað og meira, eitthvað annað hlutverk heldur en það sem þið gegnið í dag. Ef til vill er þessi þrá að segja ykkur, þið eru ekki að njóta ykkar. Hvað kallar á ykkur? Eru þið ekki að nota hæfileikana ykkar? Eru þið að vinna bara til að geta borðað, farið að sofa og farið aftur að vinna? Eða eru þið að gera eitthvað sem ykkur við skemmtilegt, sem ykkur hlakkar til að takast á við? Eru þið að hjálpa öðrum? Hvar er lífsfyllingin ykkar? Hvernig kemur hún fram í lífi ykkar? Þessar breytingar tala bara einu orði um þetta að það er nýbyrjun framundan. Og minnir á líka að fortíðin ykkar, hún getur hafa verið misjöfn. Hún þarf ekki að hafa verið svo hræðileg. Og þið eru bara búin að vera margar að gera góða hluti. Og þið verðið að líta á líf ykkar sem bara þróun, endalausa þróun, endalaust ferðalag, þar sem alltaf nýr og nýr kafli tekur við. Nú er einhverjum kafla að ljúka og þið horfið bara við farin veg og fyrirgefið ef þið þurfið að fyrirgefa. Fyrirgefið sjálfum ykkur þar sem að ykkur finnst þið þurfa. Verið stolt af því sem þið hafið gert hingað til og takið þið fagnandi á móti því sem er að koma.
og við höldum áfram. Enga eftirsjá, enga sektarkennd yfir því sem búið er. Það er liðin tíð. Enga sektarkennd yfir því að vilja eitthvað nýtt, að vilja eitthvað betra. Það er bara partur af mannssálinni að vilja þróa sig áfram og bæta nýrri reynslu við reynslubankann. Og ef það er eitthvað fólk í lífi ykkar sem er að reyna að koma inn sektarkennd hjá ykkur vegna þessa, þá sýnir það og segir þér meira það hvernig það fólk heldur en hvernig þú ert. Haltu bara þínu striki, kæra Meyja. Taktu á móti því nýja fólki sem að koma inn í liðið, hvort sem það nýtt ástarsamband, nýjir vinir, vinnufélagar, ný fjölskylda, nýr hópur sem tekur vel á móti þér. Sestu niður með fólki, ræddu hlutina, fáðu nýjar hugmyndir, fáðu ný sjónarhorn. Rifjaðu upp hluti sem þú hafði gleymt og sérstaklega þetta með hæfileikana þína. Myndu sjálfa þig, kæra Meyja, á hæfileikana sem þú býrð yfir. Kannski þarftu að láta aðra minna þig á það líka. Þú áttar svolítið til að draga þig inn í skel. Gefðu sjálfur þér þann tíma sem þú þarft, en tjáðu líka það sem þið finnst þú þurfa að tjá. Það er að segja, láttu þína nánustu vita hvernig þér líður, hvað þú ert að hugsa. Ég tala nú ekki ef þú ert með fjölskyldu eða börn eða fólk í kringum þig sem að kannski skynjar einhvers konar breytingu eða sér að það er eitthvað sem er að brjótast innra með þér. Tjáðu þig, ekki skríða of mikið inn í blessaða skelina. Því þannig einangrar þig frá umhverfinu þínu. Það getur alveg verið gott stundum eins og þú veist, en það kannski á ekki endilega við núna þegar þú ert að fara að taka á móti nýjum hlutum. Þá er betra að vera opinn og þakka fyrir það sem kemur. Og veita öðrum þáttöku í því sem þú ert að fara að gera eða því sem þið langar að gera. Fyrir ekki smá einhverjar vöflur á mér núna. Það er vegna þess að ég fór dálítið djúpt inn í sjálfa mig. En leiðum þessi skel kom upp. Jæja, nóg það. Ok. Gefðu þér tíma. Hérna er þokuspil. Gefðu þér tíma. Ok. Sem sagt, það að draga sig í hlé má ekki verða bara daglegu vani eða verða svona ávani. Taktu hlutina bara í svona stuttum sprettum. Mundu að þú ert stödd á nýjum stað sem þú hefur kannski aldrei verið á áður og þú þarft bara tíma til að átta þig á hlutum, hvaðan þú ert að koma, hvert þú ert að fara og að finna leiðina í gegnum þokuna.
Og ef til vill þarftu aðstoð annara og ekkert ef til vill, ég ímynda mér að það verði raunin og það sé raunin. Hér eru skipverjar saman á báti að finna leið út úr þokunni. Þannig að það er einhvers konar svona hóp samvinna í gangi hérna. Og mundu þegar að þokan leggst yfir að þá er bara tími til að hægja á sér og síðan leiðunni léttir að fara þá á stað aftur. Já. Ég ætla ekki að segja neitt meira þetta í bili. Ég tók hérna eitt spil sem varðar heilsu. Ég er ekki vön að gera það. Hver og einn ber ábyrgð á sinni heilsu og ég er á engan hátt að ráðleggja fólki varðandi heilsu sína. Það er of mikil ábyrgð og enginn ætti að gera það nema að hafa til þess menntun og hæfileika. Þetta spil er á smiðju Abraham Hicks, eins og hann heitir. Og þetta er spil sem ég hef ekki notað mikið. En vegna þess að þau koma mér svolítið framandi fyrir sjónir. Og ég ætla að lesa það á ensku, þau eru ensk. Ég skal reyna síðan að svona koma meiningunni áleiðis. Hér stendur: The law of attraction responds to thoughts, not realities. Ok. Þetta er lögmálið það sem þú dregur að þér, aðdráttarlögmálið, lögmál aðdráttaraflsins. Það bregst við því sem þú hugsar, en ekki því sem er í kringu þig. Þannig að leið og þú setur ykkur að hugsun út í alheiminn, kosmosið, þá bregst alheimurinn við. Það er svona basically það sem ég verið að segja. Og síðan stendur hérna: The law of attraction is responding to your thought, not to your current reality. Þetta er það sama ég var að segja. When you change the thought, your reality must follow suit. Leið og þú breytir hugsun þinni, breytist veruleikinn líka. Hann verður að fylgja með því sem að hugsun þín segir. If things are going well for you, then focusing upon what's happening now will cause the well-being to continue. Ef að hlutirnir ganga vel, munu þeir halda áfram að ganga vel, svo lengi sem þú fókusar á velgengnina. But if there are things happening now that are not pleasing, you must find a way of taking your attention away from those unwanted things. Það er að segja, ef að hlutirnir eru ekki að ganga vel, ef það er eitthvað sem þér mislíkar í kringu þig, reyndu þá að fókusa ekki of mikið á það til þess að draga ekki athyglina að því. You have the ability to quickly change your pattern of thoughts and eventually your life experience. Það er að segja, þú skapar svolítið lífið þitt, þú skapar svolítið það sem er í kringu þig með því að hugsa jákvætt, dregur að þig jákvæða hluti og svo framvegis. Í raun og veru bara mjög einfaldur boðskapur og það hefur jafn mikið með heilsuna þín að gera eins og bara með þetta nýja líf sem við erum að tala um. Og bætt heilsa getur jú verið partur af nýja lífinu þínu. Og leið og þú ert að fylgja innri köllun, innri þrá, leið og þú ert að fylgja því sem þig langar og elskar. Ég meina, vellíðan, betri líðan, hlýtur að koma í kjölfarið eða fylgja með. Það eiginlega segir sig sjálft, er það ekki? Þannig að leið og þú ferð að fókusera á að gera lífið þitt betra
að flétta inn í líf þitt einhverja þætti sem að færa þér eitthvað sem færi þér gleði. Þá léttist lundin, hugsanirnar verða jákvæðari og svo öfugt leið og þú ferð að hugsa jákvætt þá fara hlutirnir að verða betri. Þetta svona, samþættandi allt saman. Mundu að tjá þig og mundu líka spyrja það sem þið langar að vita og enga eftirsjá. Þetta eru mjög spennandi spil, kæra Meyja, og þau fela í sér fullt af einhverjum leyndarmálum sem að koma ekki fram nema bara að litlum hluta. Það að segja að það verið að fjalla eitthvað nýtt og nýja framtíð en það ekkert sem að segja nákvæmlega hvernig það er. Það vegna þess að þú ert, kæra Meyja, að fara að skapa það sjálf og þú bara gerir það á þinn einstaka hátt. Þeir þættir sem að þurfa að breytast í þínu lífi, þeir gera það. Kannski eru einhverjar ykkar Meyjur sem að hlusta á þetta eingöngu að hugsa breytingar með heilsuna, eins og spilið var að fjalla um. Einhverjar ykkar eru bara að fókusa á nýja staðsetningu, þar segja flutninga. Og þetta skip hérna gefur mér líka smá vísbendingar um það. Einhverjir ykkar eru kannski bara að spá í nýja vinnu, aðra vinnu, öðruvísi vinnu, atvinnu. Og enn einhverjir ykkar eru að velta fyrir ykkur nýju sambandi. En þið sjáu hvernig spilin tala þetta í einni heild. Þannig að eitt getur haft áhrif á annað og þó þú viljið bara breyta einum part af lífið þínu, þá geti sá partur orðið til þess að fleiri partar breytist. Þetta virkar þannig. Ok. Allt öðruvísi lestur heldur en ég bjóst við. En það kemur alltaf bara það sem á að koma. Mér finnst eins og eitthvað vanti. Ég ætla að taka eitt spil enn. 1, 2 eða 3. Ég er ekki tilbúin alveg að setja punktinn hérna. Hvað meira gæti ég sagt ykkur til að aðstoða ykkur í þessu nýja ferli? Ok. Leyfa þér að skína, leyfa ljósinu þínu, leyfa hæfileikunum þínum að skína. Og krafturinn innra með þér, sjáu þið ljónið hérna, sem kom hérna áðan, það er að minna á sig aftur. Að vekja ljónið innra með þér, að nýta kraftinn, styrkinn sem þú býrð yfir, kæra Meyja. Sjálfstraustið og þessa bullandi hæfileikar sem þú hefur, að leyfa þeim að njóta sín. Vá, ég fæ alveg gæsahúð hérna. Það er eitthvað, elsku Meyjur, innra með ykkur sem þarf að fá að komast út. Þegar ég set þessi spil hérna, sikkur mig við, þá finnst mér eins og þetta séu 2 gosbrunnar sem að bara hleypa af stað einhverju rosalegu flæði. Þetta er gjöf
frá almættinu, gjöf frá, því orgul er náttúrulega bara sjáandi, spámaður, spil, þetta er það sem spilin er að segja ykkur í raun og veru. Það er í raun og veru gjöf. Það er verið að ýta ykkur út í að fara að leyfa ykkur svolítið að láta heyrast í ykkur, að leyfa ykkur að sjást, að leyfa ykkur að gera lífið ykkar að einhverju sem að þið viljið og eruð komnar hingað til að gera. Kæru meyjar. Það kemur líka sterkt til mín að þessi styrkur sem að er talað, hann mun líka verða til þess að aðstoða aðra. Og það getur verið á hvaða hátt sem er. Það er verið að kalla á ykkur til að nýta hann, bæði fyrir ykkur sjálfar og einnig fyrir samferðafólkið ykkar. Kannski eru þið einhvers konar leiðbeinendur, einhvers konar stoðir eða styttur fyrir aðra. Kannski hafið þið yfir að búa þessum krafti, þessum styrk sem samferðafólki ykkar hefur ekki í augnablikinu, og þið getið vísað þeim leiðina, þið getið stutt þau áfram þangað til að þau finna sjálf sinn eigin styrk. Ok, kæru meyjar, þá er ég tilbúin að setja punktinn. Ég óska ykkur allsins besta með þetta. Munið, þetta verður ekki endilega auðvelt, en ekkert sem segir heldur að þetta verði neitt sérstaklega erfitt. Þetta er bara spurning að horfa á hlutina öðrum augum, að leyfa ykkur að njóta ykkar. Nýta hæfileikan ykkar og sýna þolinmæði rétt á meðan að þokan er yfir öllu, og fara síðan á stað og sækjast eftir því sem að kallar á ykkur. Gangi ykkur sem allra best með þetta, kæru meyjar. Ljós og kærleikur.